kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomin í 5. umferð í fyrstu deild hérna hjá okkur í Grand Turismo samfélaginu. Við erum komin til US of A, ef ég held rétt, á Trial Mountain og hjá mig situr í kvöld Gunnar Ágústsson. Vertu hjartanlega velkomin. Já, góða kvöldið og gleðilega mottumars. Velkomin skjá. Ert þú með mottu eða? Já, það verður ekki allir að vera með mottu. Jú, ég er með mottu. Við byrjaði eitthvað grín í vinnunni og fór allir að mæta með mottu og ég get sagt þér áfallið þegar ég rakkaði skeggið af mér, maður, guð minn, góður. Búin að vera með svona Viking beard nánast í áratug eða meira og það bara að gleyma hvernig maður lítur út þannig undir, Það er gaman að þessu. Þetta er geggjað hefð fyrir geggjaða málstaða. Við vorum að deila myndum inn á Lavasjó liðspjallinu. Það litu sumir út eins og rostungar. Aðrir voru, já. Ég lít út eins og Boris. Ég er eins og rússaskur leikari með þetta. Svona blámyndaleikari. En já, það er svona, það er eitthvað mottumannsþema. Það voru nokkri bílar í gær með mottu og hérna sjáum við hann Carlos á Porsche 911. Það er smá mottumars flavor í þessu. Og þú varst að tala um að það var eitthvað surprise í gangi. Hvað erum við að tala um? Eigum við að vera að leita að einhverjum páskaeggjum eða? Já, ég held að fyrir að styttast í páskana og áhorfendur verða bara að fara að leita. Það er eitthvað falið á braut. Það er eitthvað falið á braut. Þið látið heyra í ykkur ef þið sjáið eitthvað sem stendur út úr hérna í æfingu hjá okkur. Já, við hafið 10 mínútur. Fyrstu 10, já nákvæmlega. Fyrstu þarf að safna í mottu ef hann er ekki búinn að því nú þegar. Já, í verðlun er að fá að vera með mottu. Eða ekki? Það er ég. Í verðlun þá færðu að ráða þig hvað Ingi segir þegar við störtum reisinu. Öss. Það verður ekki tekið start og aftur. En já, við erum svona hérna bara að fletta yfir keppendur. Við erum að horfa á Eida núna. Hann keyrir fyrir Crafty Racing eins og þið sjáum á Kagravans. Alex, hann er hérna á Ferrari. Hann sigraði sína fyrstu keppni á Laguna Seca í síðustu umferð. Og það var bara hörku slagur. Hann og Dimmi voru að berjast en strákurinn hafði þetta lokum. Vel gert við honum og spurning hvort hann mætti ekki tvíendur þau í kvöld. Kominn til að bakka þetta upp. Já, algjörlega. Það verður spennandi að sjá. Ásætt hérna gullfallegum Lexus Yamaha Racing. Já, hvernig ert þú peppaður fyrir þessari braut? Hvað er þitt take á Trial Mountain? Það er alveg ágætt gaman að keyra þessa braut Þetta er samt ekki uppáhaldsbrautin mín Þetta er eina af þessum fictional brautum, eða það er að segja braut sem er búin til af leiknum og er ekki til í alvörunni. Og þær hafa svona hlotið annarsæti hjá mér svona miðað við klassíska reisbrautir, en það geta verið þræl skemmtilegar og þetta verður bara gaman, held ég. Þú er svona purist. Ég er rosalega purist maður. Já, það er held ég bara réttasta orðið yfir þetta. En brautin er alveg skemmtileg og nú veist, það er alveg staðir til að taka fram úr og já, það er líka hættulegi staðir í henni eins og fyrstu 1, 2,
fyrstu fjóra beina nánast. Maður kemur í botnið hana yfir hæðinar, það er kannski ekki staður sem þú vill vera mikið að reyna að taka fram úr. Nei, það nuttast í menn, það bara eitt lítið Það tóts er hættulegt. Mér minnir hérna að við keftum á stærri braut síðast að það hefur verið svolítið af svona banging bars racing, en sérstaklega það, sko, í fyrstu beyjunum og svo þú kemur inn í göngin eftir fyrstu beyjunar, það er svona, ég myndi segja að það væri svona hættilegi staðurinn á brautinni. Þar er hægt að vinna mikinn tíma með að gera það rétt en maður er að mikið í keyrslu, þannig að ef að til dæmis þú sér færi ökumaður eru fram að gera smá mistök og þú ætlar að nýta það þegar þú ert á gríðarlegri keyrslu, það getur það samt verið pínu varasamt líka og ég held að það sé svona eitthvað sem maður þurfa aðeins að passa sig á í kvöld, akkúrat þessi kafli. En svo erum við með langan beinakafla sem er með góðan breiðan bremsukafla sem er alveg kjörinn til að taka fram úr. Já, langan beinakafla, það er alveg vægast sagt, hann er 1,3 kilometrar, mjög langur og eiginlega í göngum allan tíman sem er mjög skil. Það er mjög sérstætt. Það er eitthvað með hérna, hvað heita það, Polyphony, þessum að framlega leikin, að við erum alltaf með göngi sem fictional brautum hjá sér. Já, það er eitthvað gangablæti hérna. Já, brautina myndi skána helming fyrir mér ef það væri ekki göng. Já, ég veit ekki hvernig þetta er í VR, það getur kannski eitthvað sagt okkur það í spjallinu. Nei, þetta er allt í lagi, mann, ég finnst það bara fyrir skrítið í kappakstri að vera alltaf að keyra í gegnum eitthvað göng. En hérna, já, eins og ég segi, I'm a purist. En nú eru 5 mínútur þangað til að tímatökur byrja. Ég ætla að gefa ykkur smá hint, en páskaeggi sem að þið kæru áhörður að leita, það leynist einhvers staðar á braut. Það er eitthvað búinn að kíkja, en að skrifa þig í kommentin. Við erum búin að sjá það, sko, þannig að ekki kíkja í kommentin ef þú ert ekki búinn að finna það. Heldum áfram að fletta hérna. En það er Alex sem er, eins og komið með hraðasta tíman 1.51. Þetta er náttúrulega hörku tími. Ég get bara ekki sagt annað. Það er rosalega tími. Já. En hvað finnst þér þessa braut, Gunni? Mér finnst það mjög skemmtileg. Hérna, ég man að hún var í sumar tímatökunum hjá okkur einhvern tíman. Og ég, ég skemmti mig konunglega þá og líka síðast þegar við kepptum. Sjáu hver er mættur í mynd. Ég er að prófa að skoða mismunandi view hérna. Það væri gaman að fá hana kameru í útsendingu bara þarna. Hei. Jú, algjörlega. En já, Hilli Billi var með rétt. Þannig að Hilli fær að velja hvað Ingi segir í startinu. Að sjálfsögðu inn á velsæmismark. Jú, verðum við ekki að taka þátt í þessu. Nú erum við búin að draga út í ykkur algjörða vitleysu. Fyrirgefðu, Ingi mín. Já, þér er fyrirgefðu, Gunni minn. En já, þessi braut, hún er hérna, hún býður alveg upp á skemmtina kapastur. Við sáum það í gær og ég held við sjáum það aftur í kvöld. Og já, þetta er svona, ég er ekki ennþá búin að, mér finnst hún eiginlega að virka fyrir bæði MR og FR í braut. Mér finnst ekkert svona eitt vera mikið betur en annað. MR bílarnir, þar að segja þeir sem eru með vélina aftur í, eru kannski aðeins betri í þessum zigzag beyjum sem eru. Já. Þannig að mótið kemur er oft aðeins meiri endahraði í þessum FR bílum. Hvernig sem á þínu stendur. Þannig að sko ég hugsa að Lexusin og Genesisin og svona bílar þurfa að njóta síns alltið í göngunum á langa beinakaflanum. Já, þetta er svona samspil, sumir bílar munu, já, mitt. Svo líka áhugaverður pittur í stærbraut. Já. Hann er áhugaverður því leiti er að hann er shortcut á brautina, basically. Þannig að hann blekkir pínu þegar maður horfir á sekundunar telja þegar maður er í pit. Sem segja manni að þú veist, það eru komnar 20 sekundur síðan og komst inn í pit. Þá gleymist pínu að mínusa
partinn af brautinni sem þú ert ekki að keyra því að það er alveg feitur bremsukafli og hægar 2 beygjur fyrir beinakaflan á meðan þú bara sleppi því og bara dundar inn í pitt. Þau eru samt eitthvað mjög lengi frá því hérna við keyrðum hérna á Group 2 fyrir nokkrum árum síðan því að þá var pitturmingin bara einhverjar 13 sekúndur eða eitthvað en ég held að sé farin að nálgast 20 eins og staðin í dag en enga síður, samt ekki langur pittur og áhugaverður. Það verður spennandi að sjá, það eru komna spár í chatið, endilega hendi í spá án að tímatökur hefast. Það er alltaf langt skemmtilegast. Þá ætla ég að skella mér af Unimogum í lýsandi seti. Hann er búinn að velja fyrir mig hvað ég á að segja, hann Hillbilly. Já, mér finnst það bara mjög viðandi. Þar sem að er Race Week og formúlan er að byrja núna helgina, þá kemur reysið til með að starta eins og formúlu kemni. It's lights out and away we go og ég vonaði bara að ég skilji því þokkalega frá mér. Það er að tjamnalega þinn innri krótt í heldur betur. En þetta er alveg að fara að gerast. Það er 1 mínúta í tímatökur, þannig að spenni beltin, stökka á settið, náu ykkur í pop og kók, hækkið í græjunum. Þetta er að fara að gerast. Algjörlega, við ætlum að fara að starta þessu. Við erum í boði hamborgarabúlunar, Kraftey, Classic Detail, verkfræðistofu Reykjavíkur, Dokkabit, GT Akademíunar, Autocenter, Kalda, MS, verkfærasölunar, Lavasjó og Yamaha á Íslandi. Byrjum þess að tímatöku. Já, varstu eitthvað búinn að tilkynna spár sem voru komnar í spjallið? Nei, þú kannski rúlar við það. Oliver spáir Alex, Dimma og Ara. Jó Egils spáir Ársæli, Dimma og Brynjar í P. Arnar Freyr segir Dimmi, Brynjar, Ari og félagi okkar Hillbilly Mega, er það ekki Hilmar bara svo? Jú, alveg rétt, já. Hann segir tímataka Dimmi, Sæli, Alex og póltíminn er 1:51.76 og í keppninni er það Dimmi, Alex, Ari og festislapp 1:50.064. Ég held að fá ekki nákvæmari spá heldur en þetta. Það er bara, ef það væri hérna hægt að veðja á þetta og hann myndi ná þessu öllu þá gæti hann sannlega keypt sér kapasinsbíl. Alveg, eftir það. Þetta er rosalegt. Já, þetta er alveg, hann er með þetta allt á hreinu. Hann hérna postaði template inn á Gran Turismo síðan að daginn. Það væri gaman. Það ætlaði einhver að taka að sér Excel-vinnuna, eða ekki? Það þarf einhver að gera það. Það þarf einhver að gera það. Ekki ætlum við að gera það. Nei, ég og Excel, við höfum aldrei náð saman. Ég held að sé bara ekki pláss fyrir fleiri Excel hérna skjöl í Chrome-glugganum mínu. Þú ert búinn að yfir Excel að yfir því, sko. Já, eiginlega. Bergur Freyr segir Alex, Dimmi, Ársæll. Sigurður Jónsson segir Ársæll, Dimmi, Alex. Jökull spáir Dimma, Alex og Brynjari og bætir við Póll 1:49.9. Það munar ekki það. Bergur segir Póll 1:49.968 og Ívar Eyþór segir að Póllinn verði 1:49.8 eitthvað. Ég ætla að spá líka. Ég ætla að spá að Alex taki þetta og Ari verði öðru og Dimmi hnipi í 3. sæti. Já. En Dimmi er kominn af stað í sinn fyrsta hot lap. Hérna fer hann í gegnum þessar slungnu beygjur sem ég var að tala um áðan, mjög hraðar og auðvitað að gera mistök, sérstaklega ef menn eru í skottinu á einhverjum öðrum eða að reyna að komast fram úr. Býður hættunni heim. Síðan kemur hann hérna inn í göng nummer 2 og hérna skiptir miklu máli að ná góðu exiti út úr þessari beygju því að hérna kemur inn á
langa beina kaflan beint inn í göng nummer 3. Já, langt mikilvægast að beygja á þessari braut. Það er nú nóg og dýrt að búa til svona langa keppnisbraut þegar þau eru að smíða þessi göng líka. Segðu, hvað ætla hafi margir dagar farið í þetta hérna hjá stúdíóinu? Kannski voru þið bara búin að fá að leiða því að rendera tré og hvað. Já, kannski bara copy-paste. Kannski svona, þetta miklu ódýrara. Já, gerir bara svona 5 metra göngum og svo bara copy-paste. Basically. Sjá hvað þetta mikið hérna. Hann að koma inn í síðasta chicane. Þessu chicane var bætt við þegar þessi braut kom í nýjustu útfærslu. En mér skjáttlast ekki. Hérna er næst mikilvægasti kaflinn á brautinni, þetta exit. Ívar Eyþór spáir Alex Brynja Dimmi og sá hvað tíma Dimmi er að setja. Hann setur 1:59.27 og Alex er búinn að toppa það. Komin í 1:53, já. Hann svífur áfram á þessum Ferrari. Ábyggilega fullur sjálfstraust eftir sigur í fyrstu, ekki fyrstu keppni sinn, í fyrstu sigur hans í fyrstu deild. Hann er nú búinn að vinna aðra keppnir í opnu deildinni, en það er alltaf vist breakthrough svona þegar maður er komin í efri deildir, þegar maður er að landa fyrsta sigurunum, og það getur verið svona búst af sjálfstrausti og hérna svona vissu fargi að manni létt. Það er klart mál. Það er spurning hvort að tímandi detti ekki eitthvað aðeins niður. Dekkin að hitna smá saman. Sjáum hvað Alex gerir að koma hérna í... Já, það er nú hægt að kalla þetta banky boy eins og aðra byrð. Tímatökusvæði 2, hann er 7000 hraðari. Hann er að bæta sig eitt stykki James Bond. Staðan er, hann er ekki mikið 7000 hlutar. Spurning hvort hann er að halda þessu út. Svo líka áhugavert að sjá hvað er að gerast að Dimma. Hann var sannlega fyrstur manna á brautinni. Skulum sjá hérna, Dimmi er að koma út í síðustu beygju. Nær hann að bæta tíman. Já. Hann bæti tíma sinn en ekki tímans Alex. Hvað gerir Alex? Já, hann bætir 0,085 og er með tæpa 30 hluta á bróðir sinn, Ara Lyngdal, sem er búinn að hoppa upp í annarsætið, og hann er ekki nema 0,054 á undan. Sjáum hérna, fer hann út á grasið. Og hann er ekki nema með 007 á Brynjar Péturs. Það eru í annarskipti sem sjáum hérna Bond-tölu í kvöld. Bond-brautin? Já, en sko ef þið skoði hérna, við erum að... Það er hálf sekúnda niður í 5. sæti sem er Dimmi. Carlos sem er í 4. sæti er aðeins 10 hlutum á eftir Alex, þannig að það er rosalega mjótt á munum hjá fyrstu 4 og við erum fyrstu 5 ef við tökum Dimma með hann. Já, algjörlega. Þetta er bara réttur hálf sekúnda frá Ársæl og upp. Já, Ársæl er bara basically á sama tíma á Dimmi, eða minna 500 hlutum. Og síðan er smá stökk í Jón Brynjar, það er tæp sekúnda þar, þannig að top 6, það er ekki nema 6-10 hlutar sem að skilja þessu ökumenn af, þannig að það er eitthvað, þetta lofa góðu. Dimmi hérna komin að outlapp, hann hefur farið inn í pit, skiptum dekk. Sáum hérna á Alex ekki nægilega að setja þessu upp fyrir það hring. Tekur vítt entry til að geta verið sér lengst á gjöfunni. Þannig að aftur er ekki hægt annað en að dásta hljóðinu í þessum Ferrari.
Það er í hjartalega samanlega ekki. Hvað hérna Alex gerir. Hann er á fyrsta sektor. Fyrir alveg að koma í tímasektor 1. Já, hann er að bæta sig tæplega 10. Það var mikilvægast að beygja, maður getur að fara alveg upp á veggnum, maður getur jafnvel snert hann. Sýnist hann á góðu exiti alveg Carlos í göngunum. Svo það er snúið eða eitthvað svoleiðis. Carlos er komin inn í pit. Já, og það er að senda bara út aftur. Þetta er síðasti hringur þeirra sem er út á braut. Þetta er leiklut maður. Gert einhvern mistök og skemmt bílinn. Sjá hvað það skilja, hann tekur eiginlega hálfgerð driftinn í bankibói. En er á fjólubúðan. Já, það er að bæta sig alveg rúman 10. hluta. Það verður spennt að fylgjast með tímanum sem fólk er búin að spá. Rex utan í vegg hana. Hann tapar einhverjum 10. hlutum að þessu. Spurning hvað Ari er að gera. Ég ætla að fylgjast með Ara en meðan þú klárar hringinn hjá Alex. Þannig kemur í næst síðustu beyguna. Þessar beygur sem hann er að fara í núna, þú basically sleppir þeim og fer inn í pit. Úps, aðeins óstöður. Komið út í síðustu beygju, það er spurning hvort hann læra að halda þessu sem hann kom með. Já, hann bætir sig 0, basically rúman 10. hluta. Hvað gerir Ari? Ari var á personal best eftir sektor 2. Já, Dimmi komin upp í annað seti. Já, Dimmi hoppar upp í annað. Og Brynjar Pétur. Skrika til hann Ari. Sannilega ekki að fara að bæta sig úr þessu. Smá mistök hann á síðasta kaflanum. En hvað, það er aldrei að vita. Jú, hann bæti sig en ekki nóg til að skipta stað. Það var í síðustu menn að klára. Jón Brynjar að koma með markið. Dimmi er ennþá á hotlap. Ok. Síðasti sensin hans til að koma sér upp listan. Dimmi og Brynjar eru á heiturning. Já, og Alex líka. Sá hvað Dimmi gerir. Kemur hérna í... Nei. Brynjar ekki heldur að bæta sig. Alex er farin vítt. Þannig mér sýnist þetta að vera að loka staðan. Já, það lítur svolítið út í það. Þannig að við kemur í næst síðustu beyguna og síðasta beygjan og Brynjar Péturs réttur aftan hann. Arnar er að segja hérna í chatinu að Jói Egils hafi verið 5.000 frá tímanum hjá honum Alex. Það er rosalegt. Það er rosalegt gísk. Já, það er mjótt á munum en hér höfum við það. Það er basically Alex Þór Geirsson á Ferrari sem að toppar þessar tímatökur og hann hefur 1/10 sekundu á hann Brynjar Pétur. Nú í 3. sæti er liðsfélagi hans Brynjar Péturs, Ari Lyngdal og hann er rétt tæpum 2/10 fyrir aftan Brynjar og þar á eftir kemur Dimmi 0,067 fyrir aftan. Þú veist, þetta eru 700 hlutar sem við erum að tala úr sekundu. Ég því ímynda ykkur hvað actually þetta er lítill munur á ökumönnum og ef við erum bara hérna í top 6 þá er top 6 allt innan við hálfa sekundu frá hverjum öðrum og það verður bara að segjast vera bara nokkuð gott. Þetta stefnir bara í hörkur í sig okkur.
Já, það ótrúlegt, þetta langur hringur og já. Og Agnar Freyr, hann náttúrulega helsti stuðningsmaður Agnar Freyr fyrir ekki, bara Agnar Einarsson. Það Arnar Freyr fyrir ofan, ég las 2 nöfn í einum blandaðum saman. En það Agnar sem okkar helsti takka stuðningsmaður hér í útsendingum. Hann minnir áhörundur enn og aftur að það kostar ekkert að hann. Það allt frítt í boði og hjálpar okkur. Þannig að hit that like button og ef þú ert ekki þegar búin að subscriba þá hjartanlega velkomið að fá það í bónus. Og hér sjáum við tímana. Þetta lítur vel út fyrir MSTRB, þeir eru með 3 efstu ökumennina. Alex fyrstur, Brynjar Péturs annar, Ari Lyngdal þriðji, síðan það Dimmi í 4. sæti, 5. sæti Carlos og síðan það 7. Ársæll Guðmundsson, 7. sæti Jón Brynjar, 8. Eiður Daði, Gunnar Karelsson 9. og Hilmar 10. og þar hafið þið þá 10 ökumenn sem taka þátt hér í kvöld. Og þetta bara allt að gerast eins og maður segir. Nú ætla Gunni að breyta lobbystillingum og raða þessu öllu upp á nýtt og síðan ekkert að landbúnaði eða eins og þau sögðu í gær, ekkert að landbúnaði hef ég þessa keppni. Það vissulega ekkert að landbúnaði. Já, það maður getur lært mikið á að hlusta á Magnús og Dodda í útsendingu. Mikill fróðleikur þar að ferð. Sjá, nú þurfa allir að fara endur á braut til þess að ég geti raðað upp. Ég er með myndir hérna fyrir fram að mig. Það ekki að spyrja því, Gunnar, þú ert með þetta allt á hreinu. Sem að ætlar að fara á braut. Nýtur sín vel, soundið í möstuna stimma í göngunum að magnar öskurinn hljómar eins og konfekt niður í mínum. Það virkar náttúrulega eins og magnari. Við þurfum að upplifa þetta 32 í keppnum. Ekki nema. Nei, ég ætlum kannski ekki að vera með myndaðalinn að dimma alla 32 hringina. En ég hef oft sagt það áður og segi það enn að hljóðið í þessum bíl, það minnir mig á Formule 1 bíla þegar þeir voru með skemmtilegar vélar í sér. Syngjandi alveg. Sjá. Nei, það sagt Ívar, það ekkert að kvarta yfir þessum göngum þegar að maður heyrir Ferrari syngja í þeim. Þú manst hvað þetta segir í byrjun að hegi? Jú, var það ekki startó? Ég gerir mitt besta. Yes, gerða kroft í stoltan. En ég ætla að fara að henda þessu í gang. Við erum í stölu að það. Það var ekki eftir neina að bíða. Nú komið að því fyrsta deil, 5. umferð á Trail Mountain og það að fara að gerast akkurat núna. Býtum við. Ari has left the room.
Anselessu fyrst þeir mikið farin að stað og sjá hvort það koma aftur inn. Það er spurning. Þú ert við takkavöldin. It's lights out and away we go! Þarna erum við farin að stað. Já, þetta var leilt með Ara í byrjun. Skoðum þetta betur kannski fá okkur skilbóð frá honum. Skýringar. En þetta byrjar ágætlega, okkur clean sýnist mér. Alex leiðir þetta en þá Dimmi komin upp í annað seti. Komist fram úr Brynjari. Bólar á ykkur í skilabóði til þín? Nei. Þetta er undarlegt en net vandamál eða annað það náttúrulega getur komið upp á hvaða tími sem en þetta var bara 2 sekúndur í reis. Já, ég er eiginlega bara slóð mér svo út á læginu, sko. Já, ég viðurkenni það alveg líka. Sjáum Dimma reyna á hann Alex. Já, smá snerting, Dimmi fer hér. Erfitt að fara allir við hérna, smá snerting aftur. Þetta eru trikki beigjur að svo zigzag beigjur það svona bjóð ekki rosalega mikið upp á samhlega akstur. Hérna er Ari kominn í fyrstu deildarspjallið. Þá væntanlega að vita þetta vonbráðar, dömur og herrar. Sjáum Dimmi heldur í dráttinn á Alexi og Brynjar er ekki langt undan heldur. Alex byrjar á hörðum, Dimmi er á mediumdekkjum. Það er basically netið sem að datt út hjá hann. Já. Þetta er alveg skellur. Til með honum. Þetta er alveg hundleiðilegt. Þetta er vélabilun í okkar sporti. Því miður, sjáum Dimmi tekur svakalegt slæt hana út á göngunum og Brynjan er að vippa sér undir hann. Sjáum Dimmi að rosalega nála Brynjar núna í strautinu. Þetta er ekki alveg það sem við vorum að vonast eftir á mediumdekkjunum. Enda eftir 2 á hörðumdekkjunum. Sjáum hérna. Brynjar er ekki að verja þetta allt og mikið. Nei, heyrðu. Switchar satt undir hann. Hann tekur bara switchar á þetta. Dimmi yfirskaut beina aðeins. Nærðu replay á þetta, ekki? Herru, ég er bara að gleyma að vera með replay taka. Já, allt góðu. Við spólum þá bara aftur. Hana. Dömur og herrar. Við náðum svona endanum af þessu. Við náðum þess ekki. Við náðum switcharúna en ekki þegar að Dimmi kom fram úr. En hérna. Þessi barátta er að hjálpa Alex. Gefur honum smá færa á að anda. Svo koma allir hér í röð. Brynjar Péturs, Dimmi, Carlos, Ársæll, Jón Brynjar. Það verður svona aðeins vera búin að skilja sig frá fyrstu 5. Það eru 2,5 sekúnda í Jón Brynjar. Dimmi heldur áfram að pressa Brynjar Péturs. Og á meðan hverfur Alex bara. Já. Þetta
Gott fyrir hann að hafa Brynjar sem smá rótblokkana meðan þetta er á mediumdækjunum. Já, það er alls ekki verið að sjá hann Brynjar tekur inn í línuna þetta skipti. Spennt að sjá hvernig hann verst því. Hér er þetta frjúsu vel síðast. Sjá hann Dimminn er að bremsa aðeins seinna. Ætti að vera með betra traction út í beginu en Brynjar er bara með varnarlínuna á hreinu. Spyrjum Alexi á mediumdækjum hann er á hörðudækjunum þetta er drauma byrjun á Alex svo var Hilli hérna með spurningu hvort að Ari fær DNF eða DNS þetta er DNS þetta er nokkuð skýrt í reglum hjá okkur það er ekki að byrja keppni á augljóstum tíma þá er það bara því miður eins og vélabílun nema já ekki þetta kalla vélabílun Já, það er spurning Sjón hennar Brynjar er að standast þessa pressu mjög vel því að hann er ekki að gera dimma lífið á mediumdækjunum og rétt fyrir aftan Carlos býður færis og Ársæll þar fyrir aftan þetta er alveg hörku fjárabíla barátta árið hérna nánast hvort að Dimminn er að nýta sér slippið það eru allir nema Dimminn sem byrja á hörðudækjum það er ekki fram er samt með fjólublóðan tíma Sjá Dimminn dífisérina nei almost þetta var bjartsýnt bjartsýnt þessi ekki beint staður fyrir framan á störu en það er ósk frá chatinu að fara yfir dekkin já, þetta er raunin allir eru á hörðudækjum nema Dimmi allir nema Dimmi eru á hörðum það er basically yfir farið signed, sealed and delivered já, við erum með nýja reglur hérna sem er að taka gildi þessar umferð þú þarf ekki að nota mediumdækkin í keppni en ég býst við að flestir notið á einhverju tímapunkti já, það er náttúrulega spurning með stratta á þessari braut ég hugsa að sé nokkuð ljóst að menn sé að fara að nota mediumdækkin en svo er bara spurning, er menn að fara að taka hard medium eða hard medium hard soft hard soft ég veit ekki hvort að nokkur þori að reyna við eitt stopp og taka hard það er svolítið langsótt já neður hvað Péturinn er stuttur og annað sem okkar til mikið það er að nógu góða æsli næ eða það var ekki með við fyrri tilraunin við erum bara henni í halarófi annað til 5. seti búin að slíta sig frá restinni og sett hérna 8 sekúndum á undan Eið við höldum áfram fylgjast með slagnum annarsæti Ertu með eitthvað svona einhverja stratt hugmyndir, hvað heldur að menn geri? Það er ég hugsa að margir reynir við að taka hard medium en ég er ekkit vissum endilega að geti það allir
alveg tæft sko. Svona að mismunandi hvað bílarnir fara, það ekki allir eins góður á dekkjunum á Porschen sko. En já, ég hreinlega bara var að viðurkenna, ég er bara ekki búinn að skoða nógu mikið hvað aðrir eru að gera, en ég held að eins og á Lexus að fara 13 hringi er erfitt og 14 mjög erfitt á harðdekkjunum, og þú veist, sem þýðir það að pínu líka það er alveg erfitt að teygja hringina á mediumdekkjunum, þannig að það er spurning hvort að þau reyni hard medium. Annars, þetta er mismunandi eftir ökumennum líka. Ef þú getur kreist einhverja 13 hringi út úr harddekkjunum og einhverja 9 til 10 hringi á mediumdekkjunum, þá ætti þetta að ganga upp, en eins og ég segir sko, ég ætla ekki að upplýsa miðstrattina, það er alveg einstakt, enginn að fara að gera það. Nei, en hérna, já, ég er eiginlega bara fyrir forvitin, þessi keppni er svolítið mikið smá skóli fyrir mann að var langt og að ég heyrðist og sá næði þessu. Sáum hérna Carlos, ég heyrðist Grans og sá hérna fer aðeins út á öss og skemmir bílinn. Þetta var agalegt. Fer aðeins út í grasið, framstöðari og vinstri öxull. Skulum fá þetta aftur frá öðru sjólarhorni. Sjáum hérna fyrir aftan bílinn, sjáum hérna, hann fer aðeins út fyrir og þetta er bara nóg. Það þarf ofta ekki meira en þetta til að snúa bílnum, en hann datt niður sæti við þetta, hann hérna samt 5. sætinu, þannig að hann er ennþá í þokkalegri stöðu. Hann er búinn að tapa slatta tíma. Og ennþá er baráttan hjá Brynjari og Dimma í gangi. Aðeins kannski búinn að minnka smá, Dimmi sennilega komin yfir besta hjallan á dekkjunum og bílið er 1,5 sekúnda eins og staðan er núna. Og Alex er með tæpar 3 sekúndur í forskot á þá tvo. Þannig að Brynjar hérna á fjólubláðum. Það gæti verið mögulegt fastensla. Og það á hörðudekkjunum. Dimmi hefur ekki nýtt mediumsnittið sitt, kannski alveg nógu vel. Hann hoppaði hana upp 2 sæti, en maður hefði kannski haldið að hann myndi ná fram úr og væri að sækja á Alex. Hann virðist bara að vera fastur í 3. sætinu. Það kom með MS-logoðinu hann fastur á bílunum Brynjari. Já. En Brynjar og Alex eru búin að vera bara á eiginlega bara sama peysi. Það er búin að vera rétt umlega 2 sekúndur á milli þegar bara síðan að keppni byrjaði í rauninni. Svo náði Alex að vinna upp þetta forskot þegar Dimmi og Brynjar voru að berjast. Carlos er komin í pit, hann er ekki að kera með þessa skemmt áfram. Það er spurning hvað hann gerir. Það fyrir ekki að taka hörðudekkin og svo medium. Já, hann þarf eitthvað að endurhugsa pitstratið sitt fyrst hann fer svona snemma inn á hörðudekjunum. Spurning hvort hann bæti við soft í lokin eða hvort hann fari aftur á hörðudekku og reyna að halda sig við 2 staf. Þannig að Dimmi tekur þrengri beygju heldur en Brynjar þarna og kemur alltaf smá utan á hana. Þetta
Já, hann reynir þarna, hring eftir hring. Kannski hann að reyna að setja Brynjar í smá ójafnvægi og reyna að fá hann í mistök, en hann kannski pínu að bjóða hættuna heim þannig að ef hann myndi reyna þetta. Þetta eins og ég segi, hann kemur hann utanverðu og kemur inn í mjög þröngar svona hálfgerða S-beygjur yfir hæðina. Það væri þó eitthvað nýtt að maður sæi framúrakstur þar, en skulum ekki útiloka neitt. Sjáum hérna komið inn í línuna. Já. En þetta mjög trikki beygja til að taka fram úr. Þetta maður hérna stígur valla á bremsuna hérna. Samfélgir mig gerir. Já, hann fara baka fyrir þessu. Þetta væri ekki að fara enda fyrst. Ég var alveg að hugsa bara hver ætlar að bakka. Hver, þú veist, ef hvoru bakkar þá endur þetta ekki vel. En já, maður hefur alveg tekið hennan í æfingalóbíum. Já. Klálega. Það er kannski aðeins minna undir. Þetta magnað að horfa á dekkinu á þeim aftur. Þeir eru að eyða dekkunum sínum jafn mikið og Dimmi er að eyða sínum. Sem sagt versta dekki þá. Það er ekki að segja þetta í síðustu keppni líka. Enn og aftur heldur pressan áfram. Og verður á utanverðu. Þannig að næra hann, já, náði en Brynjar sker undir. Hann var komið fram úr áður að koma beiginni, hann fer mjög vítt, en þetta hafðist. Já, það var smá bögg frá Brynjari hann hefur gefið sætið tilbaka. Hann má hafa endur sýningu að þessu. Sáum hérna, já, Brynjar fer hann að pínu í hann og hægir á sér, já, ok. Þetta var bara skólabókar heiðismannareglan. Já, vel gert. Til fyrirmyndar. Algjörlega, en ég meina Brynjar samt í mjög góðum málum með Dimma því að hann á medium stund vantarlega eftir, annars ég hef ekki hugmyndurinn og verið hvað dekkjastrætti. Það getur vel verið að færi á hard aftur og hérna Dimmi væri á 2 medium stundum og svo hard, þannig að maður er eiginlega að giska svolítið út í loftið að tala að hann eigi hröðurdekki eftir því að það má vel vera Dimmi í það bara líka jafn mikið eins og staðan er. Já, það er alveg góð punktur. Þannig að Dimmi er að taka auka medium. En sko, ég þykir mjög líklegt með alveg hvernig Dimmi eyðir dekkjórum að hann sé að fara að keyra medium hard. Já. Eða medium hard, þú veist. Hann er kominn á 10. hring. Þannig að nánast einn þriðja keppnin í kominn sem segir okkar að hann getur það auðvitað. Og alveg merkilegt að sjá, sko, það er nánast engin, það er smá munur á afturdekkinu hjá Brynjari og Dimma, en framdekkin eru bara mjög svipuð. Alveg. Bara upp á pixel. Já, þetta er bara, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. Skulum nú aðeins renna niður hérna listan, gefa öðrum smá airtime, fyrst hann er komið fram úr. Gunnar Karlsson, hann er búinn að stökka upp einhver 5 sæti, nei, 4, ég held að hann hafi startað 9. ef ég man rétt. En kominn í 5. sætið, þannig að það er flott hjá honum. Búinn að vinna sig upp og fyrir aftan hann er Eiður Daði. Það er nú ekki fyrsta skipti sem að þeir mætast á brautinni. Síðan er það Jón Brynjar. Þeir keyra báðir Eiður og Jón Brynjar fyrir Kraftey Racing. Nú eftir að hafa stokkið í pit snemma út af skemmdum þá er Carlos kominn í 8. sætið. Og hann fór á medium dekk. Já, settir hraðasta hring. Já. 52.7. Dotti talaði hérna að þessi bíll og Dimma þurfa að fá dekkjanerf. Já, það er spurning. Það er spurning. Þetta
þetta orðið ákveðið þema, eða kannski það dimmi bara að fá að dekka hvíslunarnerv. Já. Nei, menn eru góðar að hvísla, þá þurfa þær að fá að halda því, sko. Þetta alveg list út af fyrir sig og tekur langan tíma að ná tökum á. Ég held að þetta sé samspil á einhverju, já, af báðum hlutunum. Sjáum hérna að Alex kominn með tæpar 5 sekúndur á dimma, hann það lítur mjög við út hjá honum. Hann á hring 11, og hann á nú ekkert brjálæðislega mikið eftir dekkjunum, en geti hugsanlega tekið einhverja 2 í viðbót. Sjáðu það, ef þú kíkir á dimma á síðasta hring, þá var hann að setja hraðasta hringi sinni í keppni. Já, hring 10 á medium. Já. Já, dimmi þá kominn í pit, fyrstur manna, samkvæmt upprunalega plani pit strategies. Það þarf ekki óvænt að stoppa hans Carlos með. Já, þetta sýndi okkur svolítið hvað hann tapaði miklu tíma á bak við Brynjar. Ef hann setja hraðasta tíma á næst síðasta hring í stindi. Ársæll ekki nema 2 sekúndur fyrir aftan Brynjar. Hann svona búinn að vera hann að lauma púkast fyrir aftan Brynjar og dimma og bara alls ekkert langt frá. Hann getur vel verið að hann eftir að blanda sér í baráttu við Brynjar áður en að þessari keppni lokið. Dimmi kemur úr pit í 4. sæti. Sem sýnir nú bara hvað þau voru með góða forystu topp 4. Kemur út á hörðu dekkjunum. Sparar medium dekkin til síðast. Það er svona annað stindi medium dekkjunum. Heppir að koma hann út á undan nafna mínum. Já. Já, og þögunni þar á eftir. Þið þurfa að fara að tjekka á því. Það barátta hérna og ég ekki frá því að við höfum hort á baráttu hjá þeim hvort það var ekki bara í síðustu keppni líka. Sjáum hérna Eiður í draftinu og kominn að uthafðari Gunni Ver. Þetta svo breið beygja, hún býður upp á alls konar framarásturu, innan á, utan á, switcharu, það eru svo margir möguleikar í boði því hún svo rosalega stór og breið. Það bara, hvernig langaði þið að fara fram úr? Ársælli komin í pit. Það er sko hvort að einhverju fara að týnast inn í pit á eftir honum. Já, ég hugsa að við séum að detta á núna næstu 2 hringjum, þessum og upp í 14. Hljóti að vera pitglugginn fyrir harddekkin. Það eru nokkri sem ætla að fara 13 hringi á hörðudekjunum. Treysta sér ekki meira en hvað þá? 8-9 hringi á medium. Saman að Ársæll kemur út úr pit rétt á undan Gunnari. Bara rétt svona að slæta fyrir framan hann. En gott fyrir hann, heldur stöðu. En hann náttúrulega á ísköldum harddekkjum núna. Versus Gunnar á eittum harddekkjum. Svo spurning sko meðan Alex, hann hlýtur nú, já, ég trú ekki öðru en hann fara að skila sinni í pit núna. Það nú ekki mikið eftir að dekkjunum hjá honum. Hann er búinn að vera duglegur að vinna fyrir. Sekundum eftir Gunnari sem ætlar að þetta. Hann er komin í topp 5. Já. Í reis. Jæja, hann sjáum við Alex hoppar inn í pit. Og Brynjar hlýtur að gera það sama því að hægra framdekki hans alveg farið. Jú, hann fer inn í pit líka. Já, sæll. Og þá bara spurning hvort að sko Dimmi sé að vinna með einhvern undercut hérna. Hann fór
á undan í pit. Það eru 15 sekundur frá Brynjari í dimma, þannig að það ætti að vera nóg fyrir dimma. Það verður spennt að fylgjast með dimma. Það kemur út með við Brynjar. Alex er búinn að skipta dekk. Sjáum hann koma hann út í fjarska. Já. Dimmi kemur langt. Já, það er 5 sekundum undan og meiri segja sko Ársæll er komið fram fyrir Brynjar. Brynjar lítur að, nei, hann lítur ekki út fyrir að hann hafi tekið bensín. Nei, hann tók ekki neitt bensín. En Ársæll fer aftur á hörðudekkinu. Við erum að fara að horfa bara Þetta er alveg að rugla mig. Hann var undan Ársæli hérna rétt á. Ætli Brynjar hafi gert einhver mistök á síðasta hringnum sínum áður en hann fór inn í pit. Já, það er alveg spurning, sko. Það hlýtur eiginlega að vera því að þetta væri annars svakalegt undercut. Já, sko, meðal við sko hvernig dekkin voru hjá Brynjari. Það voru 2 sekundur á milli þeirra. Já, cirka bát. Það er ekkert ólíklegt að hann hefði bara náð þessum undercuttum af því að hann fór fyrir inn í pit og Brynjar var alveg á handónýttum dekkjum síðasta hringinn. Þannig að það er sennilega bara það sem gerist. Já, það hefur bara verið hægur hringur út á dekkjunum. Klálega. Já, ef þú átt 1 pixel eftir á dekkjunni þá fer ekki mjög hratt yfir, ég get sagt ykkur það. Sjá, Brynjar er hérna alveg í skottinu á Ársæl. Þetta mun hjálpa að dimma. Já, klárlega. Sjá það, Brynjar er komið rækilega fyrir aftan Ársæl. Svo bara spurning eins og með Brynjar, nú þarf hann að nýta sér að vera með djúmdekkjum. Ekki lenda í því sama á dimmi áðan að vera fastur fyrir aftan. Sjáum hérna fyrir að utanverðu og já, hann náði þessu. Ársæll hefur kannski gert sig grein fyrir það. Hann var ekki að græða neitt á því að berjast við Brynjar. Já, það geti bara verið mjög skynsamlegt hjá honum. Átt að sjá því hann er á hægari dekkjum. Svo bara spurning sko, Brynjar fór 13 hringi á hard og þau voru alveg steikt. Þannig að það er bara spurning sko hvað hann er mörgum á medium og hvort hann þurfi þá ekki sennilega að taka hard aftur. Þetta verður spennandi að vita. Það er spurning hvort hann sé að reyna að kreista 2 medium stint út úr þessu. Gæti verið. Hann þarf að taka 9-9 eða ekki til að mattsa við 13. 9 og 10. Það væri rosalega erfitt maður. Það er nefnilega pínu erfitt sko. En hann hefði ekki þurft að fara 13 hringi ef hann ætlar að taka 2 hardstint sko. Nei, hann er sennilega að reyna við hitt. Þetta verður bara að koma í ljós. Þetta kemur í ljós. Sittur allan í 3. seti eins og er. Já, mér finnst það bara svona nokkuð akkurat. Það spurning hvort hann nái dimma sem er á hörðudekkjunum. Annars erum við með slag hérna 7. seti. Brynjar og Gunnar að slást. Báðar á miðjumdekkjum. Spurning, Gunnar reynir að dýfa sér inn. Nær hann? Nei. Sýndi sér vel í speglinum hann að. Heldur betur. Hilmar spyr hérna í spjallinu dekkjum
menn eru allir á medium nema Dimmi og Sæli. Þeir eru á hörðutekjum. Já. Hún fylgir honum alveg eins og skugginn hérna. Aðeins að innanverðið, það ekki oft sem það gerist. Yfirleitt rekst maður í vegginn hann að utanverðið í þessu exiti. Gunnar, réttarlega. Ég sé að Brynjar hérna fremst búinn að vinna 1 sekúndu á Dimma á síðasta hring. Hann er að sækja hann. Þar. Já, og meðan heldur Alex áfram að auka forystuna. Það er komið upp í 9 sekúndur. Hann er að nýta stintið sitt vel. Já, mjög vel var að setja hraðasta hring á síðasta hring. Já, 1.51.2. Very nice. Það er spurning hvort að einhvern veginn að skrolla upp í chatinu og segja okkur hver er næst þessari ákvörskun. Sjáum líka að Carlos er aftur komin inn í pit. Enda fór hann snemma inn, hann er búið með einhverja 9 hringi eða eitthvað, cirka bát, fór hann ekki hring 8 inn. Jú. Minni það. Þannig að hann gruna það. Greinilega, sennilega bara skella sér aftur á medium deck. Já, hann tekur 3 stopp, finnst mér líklegt. Ég held að þetta hittir svo rosalega óhefnilega á hjá honum. Já. Carlos. Já, þetta er líka þannig braut, hún er ekkert hvernig hún slítur dekkjum og þetta er einhvern veginn æxlast þannig að það er voða lítið svigrúm til að breyta pitstrattinu á þess að þurfa að bæta bara pjúra auka stopp inn í þetta, þú veist, þú hefur ekkert svigrúm, menn eru hvort sem eru að taka hard, medium eða medium, hard, þá er mjög tæft öll hvert og eitt stund í raun og veru fyrir hvern dekkja umgang, þannig að það er, eins og segi, það er ekkert svigrúm fyrir mistök og til að vinna með það, þú er bara pínu í vondum málum að þú verður að fara aukalega í pit og snemma. Þetta var svaka slagur í 7. sæti. Þú verður að fara á Gunnar og taka replay. Þetta var rosalega dífa. Þetta var rosalegt. Sjáum hann hérna. Gunnar fyrir aftan. Já. Ó! Smá slætt hérna, þetta var samt alveg legit á mínum að til, Já, ég held að Skulum fá þetta einu sinni enn og fá þetta frá öðru sjónarhorni. Við setjast borð hjá Gunnari hérna. Komin inn á hann. Já. Hann er bara með inn í línuna og ekkert því að gera. Það var bara vel gert hjá honum. Það var bara vel gert, skilur til pláss á auðvitaðverðu. Ég ætla bara að gefa þessu framúrakstur dagsins tippilinn strax. Já, þetta er alveg kandidat í það, klálega. Nafni er alveg með þetta. Sjáu, það er alveg, þeir eru topp 4 eru alveg að skera sig frá hinnum. Það eru 20 sekundur frá 4. sæti í 5. sæti. Já, þetta er orðið nokkuð skýrt. Brynjar er að nálgast Dimma. Það er komið undir 2 sekundur bilið í að Dimma, hann er að Ég held að við séum að fara að horfa á einhvern slag eftir 2 hringi. Já, ég myndi halda það eftir bara rétt rúman hring, myndi ég segja. Það er nefnilega kannski á þessari braut ólíkt mörgum öðrum brautum. Það er svona rule of, eða svona þumalfindarregla oft að miða við kringum 1 sekúndu mun á medium og hörðum.
En á þessari braut það meira 1,5 til 2 sekúndur, myndi ég segja. Já, þetta svo rosalega mikið af hröðum beygjum. Það sem að mediumdekkin einfaldlega miklu hraðari. Algjörlega. Þannig að ég held bara í lok þessa hring þá verða það komin í skottið á þeim að undir 1,5. Þetta svona allspennan á braut eins og Hann með meiri endarhraði á Lexusunum líka og settist það sem borð hjá Brynjari og fáið smá tilfinningu fyrir hvernig þessi braut liggur. Þetta pínu trikki en skemmtilegt. Hérna bara þá maður að bremsa í blindhæð. Hérna sjáum við í skottið á dimma. Ok, hann fór nú ekki alveg, það komið niður í rúma sekundu, þannig að hann tók ekki nema rúma hálfa sekundu á hann á þessum hring. En hann líka svolítið að detta á þann stað sannlega með dekkina Brynjar að þau eru svona komin yfir besta hellan mediumdekkin. En þau ætti samt ennþá að vera hraðir heldur harddekkin sko. Og kannski ekki 1,5 sekundur hraðari. Svo myndi komið 0,8. Spytum, hvað fór dimmi marga hringi á mediumdekkjum sinni náða? Manstu það? Fer að út í vegg. Það var ekki hverjir, var ekki 11 hringir eða eitthvað? Ég geti hann fór inn hann held ég 11 hringi sem er miklu betra exit en hann var ekkert að eyða tíma í þetta eftir að ná honum með inn í línuna. Þetta bara drag race. signed, sealed og delivered eða undirritað innsiglað og komið til skil. Ég hef sagt afhent, það betri hrynjandi Takk ekki hvað var í ánum. Spurning. Já, Brynjar komið fram, komin í hreint loft. Það verður mikilvægt. Þeir eru án efa eftir að mætast aftur þegar Brynjar fer á hvað? Það spurning sko. Það verður á slitnu mediumdekkjum eða á hörðudekkjunum. Það bara þannig. Ef hann kreistir, hann fór á 13. hringinn, hann þarf að, hann þarf að taka þessa auka hringana. Það hefði helst þurft að komast 14 hringi á hörðudekkjum til að vera alveg safe. Hann bara strax búinn að gera 1,5 sekundu eða tæpa 2 sekundur í bil í hann og dimma. Carlos var að fara hérna fram hjá Jón Brynjari. Sjá hvað við náðum því. Þessu náðum við, vel gert. Tekur hann í næst síðustu beginni. Þetta líka ég að reyna að vinna með þetta replayina eins og sjáið, þá ég ekki alveg orðinn nógu fær að þetta sé pro, en þú veist, almost. Já, ég hef ekki stend við þessu, ég finnst að standa það rosalega vel. Mikið,
aðalatrið er að ná replay, en þú veist, ef að seinna replay klikkar, þú veist, þá var það bara góð tilraun. Nákvæmlega. Ég bara vissi ekki svona af þeim fítus, þess að dimmi fyrir inn. Já, það svona svo mishæð í brautinu þegar maður kemur inn í pit. Það liggur að maður missi stjórn af bílum, hann hendir svo til. Já. Sáum að hann var einmitt þegar dimmi fór inn í pit, hvernig hann skrikaði til hann að. Dimmi þarf að fylla á eitthvað smá bensín. Fyrstu til að gera það. Það getur sett hann aðeins aftar. Vonandi kemur hann ekki út í umferð hans vegna. Dimmi kemur pottet út á mediumdekkjum og klára þetta auðveldlega. Við skulum bara fylgja Dimma hérna, hann að koma úr pitnum, það verið að setja bensín á núna. Hvar kemur hann út? En hafið í huga að það eiga fleiri eftir að fara í pit. Kemur á mediumdekkjum út í 4. sæti. Rétt á undan Eita. Og hann halt með pitstopp á hann sko, hann er með 21 í Ársæll. Ársæll, Brynjar og Alex eiga allir eftir að fara í pit. Þannig að áðan virkaði underkattið og Dimma vel. Spurning hvort að gera það saman núna. Smá slagur hérna 5. sæti. Já. Enn og aftur er það Gunnar og Eiður Daði. Þeir dansa hérna hringinn í kringum brautina. Á slitnum dekkjum að ískra svoleiðis síðan. Já. Nánast ekkert bensín eftir hjá Eið og dekkin farin að kvarta heldur betur. Þetta verður eitthvað creepy-lítill hérna auðvitað verður hann Eiður, en sjá hvað gerist. Já, ég held að með Gunnar hann að unna verðu sé bara réttast í stöðuna að aðfenda sætið og koma sér í pit safe. Það er svo stutt í pitin, það tekur sig ekki að berjast á slitnum dekkjum, það getur bara endað í einhverju vitleysu. Og þannig að við bara sér hann í pit eins og sjáið þess að nei, maður fær ekki alltaf sama angulinn á bílana þótt að sé að gera sama eins og að fara inn í pit. Þetta er rosalegt. Brynjar er alveg á stregunum. Það er að klára 9. hring. Ég veit ekki hvort hann náði þessum 10 hringum. Já. Nei, hann er að klára 10. hring eða ekki? Er þetta ekki 10. hringur? Já. Hann fór inn á 13. hring, þannig að þetta er 10. hringur hans. Já. Hann þarf bara að komast í gegnum þennan halva hring. Já, sko, en það er spurning hvað hann hlýtur hann að tapa einhverjum tíma á þessu. En hann hafði smá fórskot sem hann búinn að byggja upp í Dimma. Nú er bara spennandi að sjá hvað hann kemur út og hann er með 12 sekúndur rúmar í Ársæll, þannig að þetta snýst svolítið hvað Dimmi kemur út. Það er að segja ekki beygja hann í Banky Boy. Nei, klálega ekki beygja fyrir handóni tæladekk. Og næsta beygja hérna niður hæðina, hún er líka pínu erfið eins og dekkja staða niður hana. Hann þarf eiginlega bara að fara mjög varlega því að bílir á eftir að undirstýra eins og helvítið hana. Já. Jæja, hann er komin inn í pit og Alex er líka komin inn í pit. Alex er í góðum málum og Ársæll er komin með skemmd og fer inn í pit. Þannig að nú skulum við bara fylgjast með Dimma og sjá hvar hann lendir. Nær hann fram úr Brynjari. Nær hann mögulega að stríða Alex. Já. En það sést bersynlega á hérna þessari keppni hjá honum Brynjari að já, það er ekkert hlaupið að því að taka hard medium á þess að þurfa að gjalda smá fyrir það. Já. Á Lexusum allavega hana sko. Sérstaklega á Lexusum. En nú er Ársæll búinn að vera að gera eitthvað svipað. Hann er kannski
farið aðeins betur með dekkinu ef eitthvað er. Það er sko... Brynjar og Carlos eru hérna hlið við hlið. Já, ég sér það, sko. Brynjar kemur út 4. og fyrir aftan Carlos, en Carlos á vantarlega eftir að fara í pit einu sinni, þannig að... Þeir hérna í vegginn og... Já, hægir þeim báðum. En Já, þetta... Carlos á eftir að pita. Undercut virkaði hjá Dimma og hann er að spila bæði það að Dimmi er að taka undercut á Brynjar og Brynjar er að keyra dekkin alveg vel rúmlega hring lengur heldur hann ætti að vera að gera. Það náttúrulega er svolítið mikið að spila inn í. Betra grip. Tekur. Snertir með sig að veggina inn á þeirri. En gott overtake. Hann er að fara á ferskum tútum, hann Brynjar. Hann þarf að sjá á dekkjunum hjá honum Carlos. Ætli Carlos, ég held að Carlos taki soft í lokin. Það geti alveg verið. Taka hraðasta hring. Mér þykir það svona líklegt miðað hvernig hann þurfti að fara inn í pit. Hann fór inn á 8. hring. Hann hefur væntanlega ætlað að taka 12-13 hringi, jafnvel 14, en erfitt að segja. Mjög erfitt að segja. En já, Brynjar er alveg 10 sekúndum á eftir Dimma núna. Já, þetta dekkjabasl er pínu að kosta hann. Það verður að hann er að keyra vel og góða hraða. Hélt Dimma fyrir aftan sig á harddekkjunum heil lengi, náði honum og tók fram honum á mediumdekkjunum. En svo er það bara þessir 2 hringir hérna í lokinu og stintunum þar sem að tapa bara nokkrum sekundum. Og meðan að Dimmi er á ferskum dekkjum að vinna upp tíma, þannig að það er búið að vera svolítið kostnaðarsamt fyrir hann. Það er ekki að segja annað. En sko, ég er svo sem ekkert að frétta af topp 2. Alex er með góða forystu og Dimmi er í öðru sæti með góða forystu á Brynjar, þannig að Það er búið að vera gott aksjón fram að þessu. Algjörlega. Þetta er svona að róast. Já, bara svona eiginlega í fyrst skipti á tímabilinu, finnst mér. Já. Finnst við alltaf vera með öndin í hálsinum einhvern veginn, ekki? Já, það er svolítið þannig stundum. Koma svona einstaka mómentin á milli áður en að lætin byrja aftur. Já, það er engin barátta á brautinu sem staðan er. Ég er svona að renna niður listan. Það er bara gott bíl á milli allra. Já, en það er greinlegt að Alex mætti tvíhöfni til leiks. Hann hefur ekki stigið feilspor í kvöld. Frá því að vinna sína fyrstu keppni á Laguna Seca í síðustu umferð. Stefnir þetta svo því að taki 2 í röð. Ungur strákur inn á ferð. Já, það verið gott fyrir sjálfsöryggi maður. Heldur betur. Það er fátt betra. Það lítur vel út hjá kappanum. Eins og þeir segja, confidence is key. Confidence is key. Algjörlega.
unnin að hlusta á þetta verkfæri sem drengurinn að keyra sem ferðar í syngu í mínum veirum. Hilli að pæla hvort þetta gæti orðið Grand Slam fyrir Alex. Og Alex, í tölum orðum að setja hraðasta hring. En í þessu tölu orðum er Carlos að fara inn í pit. Kemur að lása aft. Já, ég held það. Jóhann Ingi var einmitt að pæla í því. Það eru miklu líkur á því. Já, það er á 6 hringjum á soft. Já, það er líka spurning, sko. Nú er bara, ég hef ekki hugmynd, ég hef ekki maður að prófa, en hann er á Porsche. Þannig að það telur einn hring meira heldur en margir aðri bílar á braut. Dóti, ertu að hlusta það? Ertu að búta niður hjá þér? Já, hlutir breytast. Einu sinni að Porschen hræðilegur dekk. Svo kom update og allt breytist. Og Carlos er kominn á soft. Ætlar að taka 6 hringi á softdekkjum. Það verður gaman að sjá hvernig það skilar honum. Já, Porschen hefur verið að breyta svona hægt og rólega. Það voru ekki margir að nota hann á tímabili. Mjög löngu tímabili. Hann er kominn aftur. Já, það verður spennandi að sjá hvort hann ná að bæta tíman hans Alex. Þetta er góð tími, 1.50.0. Þetta er alveg hörku tími. Svo við sá hérna Carlos kemur út á undan Gunnar Karev með auðabraut fyrir fram að sig á glænýjum softdekkjum á léttum bíl. Nú er þetta bara spurningum að reyna við hraðasta hring. Það er spurning. Hann setti 1.55 í tímatökum, þannig að hann átt að vinni. Ég kannski bara kíkjum með borð til hans. Já, hvernig væri það? Fyrst það er rólegt á braut. Fá hérna einn fljúgandi hring með Carlos. En hann hefur ekkert marga hringi til að ná þessum fljúgandi hring því að ég hugsa að eftir 3 hringi sé gripi orðið töluvert farið. Já, ég held að þetta sé bara 2-3 hringir. Já, ég myndi segja það. Jæja, nú kemur að Flying Lap. Tilraun við hraðasta hring hjá Carlos. Það er auka stig ef hann er því. Að auka stig að mæta mótomarspíl. Nei, ég segi svona Agnar með geggjulífur í eins og alltaf fyrir Láfsjó. Sátt í vítana. Já, ég held að ná ekki hraðasta hring með þessu. Nei, þetta var ekki alveg draumabyrjunin. Hann er með Gunnar hérna í það er svolítið trikk í að beygja inn í fyrstu beygjuna. Það er mjög auðvelt að misreikna bara byrjar að beygja aðeins og sent þá ertu búin að klúra samsetninguna því að maður þarf eiginlega að hugsa þessar 3 beygjur sem eina nánast, þú veist. Hver kemur eftir annari og þú verður að þannig að fór hún til vegg. Já, þú verður að setja það rétt saman til að maksa þetta og ef þú gerir það ekki strax í fyrstu beygju þá er það bara búið. Já, hann er að beinu kafla og fer samt út í grassið. Ég setur spurningamerkum hvað var að horfa á akkurat þarna. Hvað er veginn? Hann hefur verið að leita mótumars mókinu. Já. Það stendur sér stundum að ég vera að beinu kafla og svo heyrir maður vega rumble og þá fattar maður ekki alveg með augun það sem það eiga að vera. Það stefnir nú kannski ekki hraðasta hring. Nei. En hann hefur allavega eitt tæki fyrir viðbót, vil ég halda. Það er ennþá eitthvað eftir á þessum dekkjum. En eins og ég sagði á hann, Gunnar Karels er ekkert svo langt á eftir Carlos. Þannig ef að Carlos klára dekkin. Já, nefnilega sko. Það eru 2 sekúndur sko. Ef þú horfir bara á dekkin hjá hann, það eru strax orðið töluvert 1 og þetta bara eftir að vinda upp á sig.
fyrsta sektorinn aðeins betur en síðast. Hann þó ekki búinn. Alex var að bæta sig ennþá meira, 1.59. Það þarf að... Ég ætla bara að segja það hér og nú. Ég held að hann ekki eftir að ná þessum tíma hjá Alex. Nei, ekki með fjólubláan fyrsta sektor. Nei, fyrst hann gerði það ekki í fyrstu tilraun þá held ég að dekkin bjóði ekki upp á það. Það er náttúrulega aðra stillingar hérna heldur en þegar við erum að keyra soft í tímatökum. Þar er dekkjaeyðsla bara á einum, en núna er hann á 6, þannig að það getur ekki tekið bara marga hringi á reynd. Þú veist, ef þú ert með softdekki með dekkjaeyðslu í 6, þá er þetta bara áklapp og kannski 2 góðir hringir. Þessi braut er alveg sérstaklega erfið á dekk. Sjá hvað gerir hérna, sektor 2 personal best, en hann er langt frá tímanum Alex. Þannig að þetta stefnir í Grand Slam. Já, það er lítið svo út fyrir það. Dimmi er með 7 sekúndur á Brynjar og 17 sekúndum fyrir aftan Alex, þannig að það er ekkert að fara að breytast í topp 4 nema einhver mistök eigi sér stað, því að það eru 10 sekúndur í ársæl, þannig að það er allir bara svona búin að finna sinn stað. Sjáum hvað Carlos gerir. Nei, hann er alveg sekúndu frá. Alveg sekúndu frá tímanum. Hætti sig frá 10, en það er bara ekki nóg. Það er ekki nóg. Já, Brynjar er nú búinn að vera að nálgast dimma. Billy var í 10 sekúndum aðan, komið niður í 6. En ef ekkert fyrir úrskeiðis á dimma, þá sé ég nú ekki neitt breytast. Nei, sko, hann er klárlega búinn að sýna hraðan á Brynjar, eins og ég segi, sko, honum vantar. Ef hann væri með sömu dekkjaðist á dimmi, þá var hann í góðum málum. Já. Alex er bara langt fremstur, þetta er bara... Já, þetta er bara domination, basically. Þetta er domination. Þetta er alveg úrvalsdeildar pace. Klálega... Ef maður myndi ekki sjá hann í úrvalsdeildinni næsta ári, hún í 3. seti deildinni. Það er mjög líklegt. Gæti mögulega verið að stríða Ársali með að enda í 3. seti, nei, öðru seti eftir þessu keppni. Já, svo náttúrulega á staðan hans í stigunum eftir að batna heil mikið þegar að við byrjum með -1 keppni, því að hann átti alveg hræðilega fyrstu keppni. Já, það verður að segjast eins og er. Kom inn með væntingar og fekk svo bara blauta tuski andlitið fullaði mistökum og alls konar rugli sem var ekki gert ráð fyrir, en svo er hann heldur betur búinn að vera að bæta sig síðan þá og við erum basically að fara að horfa upp á hann sigra aðra keppni í röð, sem er bara mjög gott. Það búið að vera gaman að byggast með þessu, hann kom úr opnumdeildinni, var hann ekki opnumdeildinni fyrir áramót? Jú. Já, mögulega að fara í úrvals í haust. Spennandi, hann er að fara að byrja sér í síðasta hring núna eftir einhverja sekúndur. Kemur hérna í síðustu beygina, við skulum bara fylgja honum þennan hring, það er ekkert annað að gerast á brautinni og hann er svo sannlega búinn að vinna sér inn að fá smá airtime. Þetta er náttúrulega konfekt að horfa á Ferrari á braut. Það er ekki verið mikið að Ferrari bílum á braut undanfarin ár, en þetta er eitthvað að breytast. MR bílarnir eru pínu að koma tilbaka.
Maður vill helst ekki tala mikið yfir þetta, maður vill bara horfa og hlusta. Já, þetta er augn og eyrnakontakt. Algjörlega. Tek alveg til það. Frábær akstur hjá Alex í kvöld. Það er ekki að segja annað. Við erum hérna komin á seinni far brautarinnar, ekki mikið eftir. Þetta er bara formsatriði hjá honum að klára keppnina. Fyrstur í tímatöku, hraðasti hringur og langfyrstur í keppninni. Það verður ekki mikið betra. Síðustu beignar á þetta fyllilega skilið gegga Grand Slam hjá Alex Geirsinni til hamingju með þetta. Heldur betur. Klárar hérna tæplega 20 sekúndum að undan dimma og tekur smá S í lokin. Frábær akstur. Og það var að dimmi hér í síðustu beiginni. Flottur akstur í honum. Já, geggjaður akstur á dimma. Og Brynjar Péturs á vel slitnum dekkjum. En enga síður, já. En bronsi. Brynjar, hann er svolítið sólginn í bronsið. Hann er bronshúðaður að innan og utan. Algjörlega. Ársæll kemur inn í 4. sæti. Fínasta race, hard medium stint. Heyrðu, við erum að tala að Gunnar náði Carlosi hérna. Ég verður að tala það og Carlos er með eið hérna í skottinu á lokametrunum. Já, dekkin bara alveg farin. Og skemmt, hann hefur greinilega kert á. Því miður mistu að þessu. Það var ekki keppni eins og hann lagði upp meðan Carlos. Hann klárar enga síður í 7. sæti. Flottur akstur á Gunnari í 5. sæti. Startaði 9. Virkilega vel ekki hjá honum. Það er virkilega flottur akstur. Síðan er það Jón Brynjar. Síðastur manna að koma í mark, er samt ekki síðastur á braut. Klárar hérna í 8. sæti. Þar hafið það, já. Allir komnir í mark. Það var bara fræðskemmtilegur kapastur. Já, geggjaður kapastur. Maður farin að halla sér aftur í stólnum. En já, hérna, softtekinn hans Carlosar hafa ekki... Nei, þetta, já, þessu sjáum við, það 6 hringir eru á mikið fyrir þau. En skulum kíka inn á stöðuna. Í 1. sæti fyrir MSTB Racing Alex Þór Geirsson á Ferrari og með hraðasta hring 1.50,9. Það er bara hörku tími, er ekki að segja annað. En fyrir Lava Racing, Dimmi í 2. sæti. Síðan er það Brynjar Pétursson í 3. sæti. Ársæll Guðmunds klárar í 4. Gunnar Karels vinnur sig upp nokkuð sæti og klárar í 5. sæti. Og þrátt fyrir að mikið gengi á, þá er Carlos hérna að klára í 7. sæti með 1 auka pitstopp á alla. Og síðan er það í 7. Eiður Daði og 8. er það Jón Brynjar. Og svo í 9. sæti er það Hilmar. Þar hafið þið það. Þetta var bara hörkukeppni og já, ágætist ekki að umfá fyrir okkur í úrvalsdeildina morgun. Já, það er klart mál. Já, enn og aftur svekkjandi hjá Ara að hafa mist netið bara 5 sekúndur í keppni. Ég var bara nýbúinn að veita starttakan og sá síðan að hann var búinn að fara á lobbyinu. Mjög leiðilegt þegar þetta kemur fyrir. Já, svona vil þetta stundum gerast því miður. En já, ég veit ekki, það er lítið annað að segja en bara það er úrvalsdeildarkeppni á morgun á sama tíma.
þannig að fylgist þið með. Öðru leyti þá bara erum við ekki bara góðir. Það erum við bara góðir. Við erum í boði Hamborgarabúlunar, Kraftey, Classic Detail, Verkfræðastofu Reykjavíkur, Dokkobit, GTA Akademíunar, Autocenter, Kalda, MS, Verkfærasölunar, Lavasjó og Yamaha á Íslandi. Takk fyrir að horfa, sjáumst annað kvöld. Já, bye bye.